Sal verði heimastjórnin hérna á Hrafnaþingi föstudaginn 19. september. Aðeins rámur, ég var að hugsa ég fór klokkan 8 í morgun, þá fór ég í hnéspeglun í aðgerð í Orkuhúsinu hjá Stefáni Karlssyni lækni og teyminu sem vinnur þarna. Ég var búin að fara í röntgenmyndatökur og ómyndatökur, ég veit ekki hvað allir sem teknir eru. Og ég fór að hugsa það er oft verið að rífast í velferðarmálum rífast einkavæðingu. Heilbrigðisþjónustundur og vinstri menn og allir kommunast að verða alveg kolvitlausir þegar á það er minnst. Ég ætla bara að segja það að þjónustan í Orkuhúsinu er á slíkum heimsklassa og ég er alveg klár á því að hún spara ríkinu hellingspenning. All aðstæða sem er búin til þarna, þetta er ekki eins og að þú þarft að fara í röntgenmyndatöku eða hvað, öll þessi tækni ómskoðun eða hvað þetta, segulóm og ég veit ekki hvað þetta heitir allt saman. Þetta er allt til staðar, ekki bara í Orkuhúsinu, líka niður í Dómus og nú er ég ekki að gera lítið úr Landspítalanum og okkar heilbrigðiskerfi, en það er gjörsamlega ómetanlegt og ég er alveg sannfærður það að eins og stundum hefur komið upp að það er einkareikin heilsugæsla hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að afkastar, ég man ekki hversu miklu meira hún afkastar, en það er umtalsvert meira heldur en venjulegar heilsugæslustöðvar. Nú er flokkurinn minn búin að vera við völd vel á annað ár og með öflugan velferðarráðherra Kristján Þór Júlíusson ég sé engin merki eitt eða neitt sé að gerast í meiri frjálsræði eða aukinni einkavæðingu í heilbrigðisþjónustunni. Mér finnst það miður og ég man ekki einu sinni, ég hef heyrt umræðu það og þegar Kristján Þór var hjá mér, ég held að vera í fyrra sem ég tók hann til mér einhverju nokkru mánuðir síðan að því ég var að hrósa honum fyrir það að hann segir þegar heilbrigðisstofnanir eru að slást og heimta meiri peninga, hann segir þeir eru bara ekki til og hann segir hérna eins og þegar sérfræði eða komugjöld sjúklinga til sérfræðinga áttu að hækka. Ég man ekki nákvæmlega hvernig, þá sagði bara Kristján Þór, það eru 2 leiðir til að borga þetta. Það er að sjúklingurinn borgi það, eða ríkið borgi það. Og náttúrulega ríkið eru bara við. Ríkið er bara peningar, samafla fé sem að við leggjum því til og sem að þingmenn síðan úthluta og Alþingi ákveður hvernig eigi að vera. Ég er algjörlega sannfærður það. Vegna þess að ég veit bara fólk, ég heyri dæmi þess að fólk það kemst að hjá heilsugæslulækninu sínum, þú veist, eftir 4 til 5 vikur. Eitthvað hefur þetta kannski með launakjör lækna að gera, eins og gengur. Heimilislæknar eru að eldast mjög eins og aðrir þegnar þessa lands vegna þess að það er lítil endurnýjun. Gengur illa að fá unga lækna til að koma heim og fara að starfa við heilsugæslu, því miður. En ég er sannfærður það að það var þetta stórauka afkost, minnka biðlista, stytta biðlista, fækka á biðlistum ef að menn færu þessa leiðir. Ég ætla bara að þakka Stefáni Karlssyni og teyminu í Orkuhúsinu fyrir frábæra þjónustu. Það sér varla á mér úr að ég hafi verið svæfður í morgun nývaknaður og fór klokkan 8 og var komin heim til mín klokkan 11. Og svo erum við að myndrita þetta og ég finn ekki fyrir. Alveg ótrúlega. Fjárlögin, ég ætla ekki að hætta þar
þar til Alþingi verður loksins búin að afgreiða þessi fjárlög að tala það og segja að mínu mati búin að vera blaðamaður og fréttamaður í 50 ár og með stjórnmálafræði frá Bandaríkjunum að þessi fjárlög eins og þau lít út og allir vita það þó að stjórnarandstaðan velji að taka öðruvísi á því með ríkisstjórn ríka fólksins svona kommunista öfundar ég veit ekki hvernig á að segja það. Þetta eru skynsamlegustu fjárlög og þau hagkvæmustu fyrir okkur þegna Ísland sem að hafa verið lögð fram í mörg ár. Það er engin spurning. Stóra málið að sópa öllu þessum helvítis vörugjöldum á haf út. Ég ætla að vona það. Ég hafði áhyggjur af því. Og ég fór að velta fyrir mér hvort að forsætisráðherrann hæstvirtur er orðið fyrir bíl eða einhverju áfalli vegna þess að þegar fjárlögin voru lögð fram og hérna hún þingfréttamaðurinn sjónvarpsins rak hérna Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir rak pinnan framan í forsætisráðherrann og hann bara í bakkinum og hún segir eitthvað á þá leið, heyrðu það menn eru óánægðir með þessi fjárlög og vaskin og allt það þá bara fór forsætisráðherrann sem var nýbúin að blessa þessi fjárlög í ríkisstjórninni og í þingflokknum að bakka. Ef við þurfum að brauta eitthvað fjárlögum til þess að ná tilgang okkar, þá bara gerum við það. Ég hefði nú haldið það að fjármálaráðherra fyndist ekki beint drengskapalegt að forsætisráðherra að koma með svona helvítis þvælu. Staðan fyrir að bara, sem hann átti að gera, hann átti að mæla fyrir þessum fjárlögum í fjölmiðlunum og segja bara, þetta er niðurstaða þess sem við ætlum að gera og þetta er liður í þeirri endurreisn sem að við boðuðum í kosningabaráttu. Ekki að vera eins og helvítis aumingi og vera, við verðum breytum því að þarf að gera. Auðvitað eru fjárlög lögð fram og eftir fyrstu umræðu setti nefndar þar sem hún fer til umræðu hjá þingmönnum úr öllu flokkum. Ef það þarf að breyta einhver í fjárlögunum þá og verður samstæðan það að gera það, þá gera með það. En þessi fjárlög, þau gefa von stöðuleika, grundvöll fyrir langtíma samningum sem munu tryggja mönnum góð lífskjör hér, segjum bara svona ekkert lengra fram til 2020. Það má ekki víkja frá. Ég tek undir með Grími Sæmundsen og stjórn Bláalánsins sem sendi frá sér vegna þess að þá voru einhverju svona öfundalið að segja, akkur er ekki sett á Bláaláni, akkur er bara sett á Hvalaskoðun, akkur er bara sett á einhverjar svona ferði með gætum. Grímur Sæmundsen formaður ferðamálasamtaka Ísland eða samtaka aðila í ferðaþjónustu SAF, hann bara, þeir sendu frá sér yfir sem ég heyrðu, no problem, setið á okkur vask, en tökum bara undan þá úr í burtu, setjum bara vaskinn, höfum 2 þrep, kannski ef að undan þá eru teknar í burtu, þá er þetta lækka, lægra þrepi, kannski úr 12 niður í 11 eða 10, whatever. Þetta er hlutur sem að allir græða á. Hættum þessum anskotans undan þá, setjum þetta á alla vöru og þjónustu sem greitt er fyrir.